Ég bara mjög hrifinn af orkugeiranum og hef fjárfest í að byggja upp vatnsaflsvirkjanir litlar hérna sem undir 10 megavöttum og byggt og selt og líka byggt til að eiga og svo framvegis og svo ég hluthafi og búin að vera í stjórn HS Veitna í 12. árið mitt núna. Þetta með stóran hlut þar? Já, ég með ágætis hlut þar og það hefur gengið rosalega vel og það mjög spennandi og þessi orkugeiri í heildsinni eitthvað sem mikinn áhuga og ég segi til að mynda í bókinni hérna frá 2013 allir að tala sjálfvirknivæðingu og tölvurnar ég ætla ekki að vera þarna fyrir framan tölvurnar og láta þær taka öll verkið minn af mér, ég ætla frekar að vera fyrir aftan þær, gefa þeim vatn og mat, gefa þeim kælingu og gefa þeim orku. Þetta viljum við líka reyna að þróa innviðina og þjónustuna þannig að við sem að fá meiri tekjur og hverjum gesti sem það má ekki gleyma þeirri breytu, hún skiptir gríðarlegu máli. Það miklu betra að fá færri gesti þar sem hver og einn dvelur lengur og borgar meira heldur en hitt. Þannig það nú kannski ykkar uppbygging. Já, það hefur alltaf verið okkar að sína. Við hefum í allri okkar vinnu alltaf verið að vinna með það markmið að ná þessum árangri að frekar að fá aðeins færri gesti sem að borga meira heldur en öðvöld. Varðandi öryggismiðstöðina, þar ef að menn fara aðeins í þá reikninga, þar kemur í ljós að þeir eru til dæmis að fá veruleg bara vegna þess að þeir eru að fá tekjur sem tengjast meðal annars flóttafólki og hælisleitendur það er bara verulegar höfum við heyrt sem menn rýna í ríkisreikningana að það er bara verulegu hluti að þeirra tekjum kemur af því að sinna gæslu á þessum heimilum þar sem flóttamenn og hælisleitendur búa vegna þess að það þarf að vera veruleg gæsla þar og nú vitum við ekki hvað þetta eru áræðalegar tekjur vegna þess að flestir vonast nú til þess að þessi dragi úr þessum tekjum. Já, það er allavega fyrir ríkissjóð. Reiknum með því að öryggismiðstöðin færi þetta svona sem óreglulega tekjur og því þetta kannski búið að standa yfir í 2-3 ár sem fastur póstur og þeir sitja svolítið að þessari gæslu umfram til dæmis Securitas að hvenar verða óreglulega tekjur svona að föstum tekjum og þessi gera ráð fyrir því að þetta verði minki og þetta verði áfram. Þetta verður örugglega útskýrt á hluthafafundunum. Það verður örugglega útskýrt á hluthafafundunum.